Sara Gabriela, velkomin. Takk. Takk fyrir að koma. Ég ætla að játa eitt, Sara Gabriela, að sko ég tók eftir þér á TikTok og ég bara, þú komst bara upp í algoritma minn, þú varst að tala bara svona, já, það sem við ætlum aðeins að fara inn í, brútal hluti og varst að í að einhver og ég eitthvað svona bara, what the fuck, hvað í gangi þarna og ég var meira þess að þegar ég sendi þér skilaboð og var svona er þetta sama manneskjan og ég hafði séð að því að við áttum börn semst á sama leikskóla og við höfum oft hist og þú veist, við vorum vinir á Facebook en manneskjan sem ég hafði verið að hitta hún var ekki svona róttæk, hún var ekki svona beitt. Hvað gerðist? Mér finnst það mér fyndi að ég sá fyrir mig svona trolltilraun í byrjun sko. Er það? Já, bara byrja, ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í sko. Ok. En ég myndi lýsa mér sem frekar rólegri típu þannig sko. Já. Kannski með sterkar skoðanir og svona íki og þannig en ég er líka bara að leika með alls konar hlutverk sko. Já. Þú ert að æsa. Já. Eða það er allavega að hafa þau áhrif, já. Já, Nei, ég bara að þetta er svo ruthless attitude og mér finnst það svo fyndið, sko. Hvað segirðu? Mér finnst það, ég er oft í bílnum bara eitthvað að byrja bara að hlæja, sko, að þetta er svo fyndið. Að fólk sé í alvörinu bara eitthvað að vita ekkert hvað ég er að gera, sko. Ok. Og meinar þá að fólk viti ekki hvað það gera á TikTok eða viti bara almennt og bara hvað ég meina og hvaðan ég er að koma og þannig það er bara mjög fyndið, mér finnst það bara mjög fyndið. Ok, hvað er fyndið? Hvað finnst þið fyndið þetta? Bara aðeins að augra svona staðal ímyndum og líka bara hlutverki sem ég hef fyndið að sé ætlast frá mér sem að mér hefur fyndist bara mjög erfitt að lifa samkvæmt og vildi svona brjótast úr því aðeins ef ég get lýst því þannig, en já. En finnst þér að því að sko að því að nú hefur mér þess að vera í barnaðamálum og þú veist, svona eitthvað að spjalla og þú veist, og ég tengdi alltaf svona já, ég ætla bara að segja svona smá feimni og svona hlýðdrægni var það bara performance? Var það bara kvenleikin sem að þú lærðir eða? Sko, já ekki performance en kannski meira svona að ég var búin að læra bara að vera í því hlutverki ekki tala mikið að því það er aðri vilja plássið og rýmið og allt það og já það bara, já, ég vakna sérst á endurlífgunardeild og bara eftir það þá er ég bara mér langar bara að stíga út úr þessu að því ég er í raun bara orðin það bælt sko, að ég sé fyrir mér að bara augra því aðeins fyrir sjálfa mig líka bara stíga upp úr því og svona stíga ákveðin skref til þess að gera það sko. Ok ég vissi það ekki Nei, það er kannski ekki eitthvað sem ég er búin að deila það opið, en já. Ok, wow. Ok, byrju, þú vaknar, hvað? Fyrir 2 mánuðum síðan vakna ég endurlífgunardeild og ég man ekkert svo mikið eftir kvöldin áður, en ég var svona búin að vera að glíma við ýmislegt og já, sko ég bara var í raun nýflutt til Íslands og heyrði þess að bara að það voru alls konar sögur mig og ég var ekkert mikið kringu fólk sko. Og mér langaði svona bara aðeins að augra þessum sögum og já, var í raun bara smá brugðið sko. Að það voru svona hugmyndir og alls konar
þannig að það er alveg baksaga og bakvið þetta allt saman sem er bara svona hvað ef ég stíg inn í þetta hlutverk, hvað ef ég fer að augra umhverfinu mínu, hvað ef ég geri það, hvað gerist þá? En veitu, hvað leiðir veitu, hvað gerist áður en að þú ert endurlífguð? Ég sem sagt bara reyni að taka lífið mitt og það er alveg búið að vera í einhver ár svona hugmyndir og þannig sem ég verið að glíma við og kemur raun allt út frá söguna minni sko, sem er alveg frekar ég er með frekar þunga sögu og hef þurft að finna líka húmórin í þessu og geta gert grína sjálfur mér og líka bara já, ég veit ekki, brjótast úr þessu, það er einn þema, bara ekki verið í þessu hlutverki að vera þögul, það er líka bara hefur kostað mig svo margt að gera það og bara svona ég tók líka eftir viðbröðunum þegar ég steig út úr þessu að vera feimin að vera svona að hinsegin að þá fór fólk að senda mér línu sko, þá mátti ég ekki segja hitt og segja þetta og það er svona að það er þetta sem ég var hrædd við það er þetta sem þetta var ástæða fyrir að ég spilaði mig svona litla því það var bara ógn í sjálfu sér að bara segja það sem að mér langaði að segja Ég ég ætla aðeins að mækið nær heyrist alveg í mér já heyrist alveg bara sko ég googlaði þig náttúrulega aðeins og fann viðtal við þig síðan 25 minni mig já það sem þú ert að lýsa, ég meina þú ert að lýsa kynferðisofbeldi, þú ert að lýsa reynslu sem að mammaðin hefur orðið fyrir, dóttin hefur orðið fyrir og bara, þú veist já, bara mér var óglatt við þessar lýsingar, sko já en ég reyndar, sko, ég hlustaði á svona helminginu svo skimaði yfir restina að því ég er alltaf á síðustu stundu svo skiplaður en tengi við það já en talaður eitthvað um þína eiginreynslu í því viðtali? Ég snerti bara aðeins á yfirborðið, ég fór alls ekki inn í alla söguna sko. Nei, sko ef ég má bara, og ég sagði við þig árum byrjum að taka upp, bara segðu mér ef ég er að ganga og nærri þér bæði ef þú fattar það núna og líka eftir á þannig ég segi það líka bara við fólk sem hlusta að ég vil ekki ganga yfir þig eða pína þig til þess að berskjalda þig. Ég upplifi ekkert slíkt sko. Ok. Það er bara ekkert. Ok, en ég er bara forvitin að því að með við TikTokið þitt, þetta er svona eins og TikTokið þitt er eins og ég veit ekki, einhver svona trailer og bíómynd og það er eitthvað að risa dæmi hana þú íjar á svo mörgu og þú talar undir rós svo brútal risa hluti að ég bara þú veist, ég bara verða að fá að vita meira en ánum fyrir mér í TikTokið sko, viltu aðeins segja mig bara, hver er þín reynsla, þú veist, hvað er það sem þú ert að glíma við sem verður til þess að þú ert bara, ég bara meikið ekki lengur sko ég er að skrifa bók með mömmunni og það hefur líka eins og þú segir að þér verður flögur bara að hlusta á þetta mér verður líka flögur bara að skrifa þetta og ég upplifu líka að ég sé kannski bara bregðast við því sem að ég er að skrifa og ég líka svona að það getur orðið svo þungt það getur orðið mjög þungt og ég er raun bara svona líka að koma sjálfur mér á óvart með þetta en já, ég get sagt að þetta sé frekar þung bók en mér langar líka svona að kynna hana svona, með þessu TikToki en með svona kannski aðeins að
augra líka alls konar málefnum og TikTok líka með repostin og allt þetta, við getum að líka repostað að ég er ekki ein með þessar skoðanir eða þetta sé ekki alltaf skoðanir heldur þetta er raunveruleikinn sem að margir að glíma við og til dæmis á samfélagsmiðlum áður þá hef ég upplifað mér smá svona eina í því að vera að tala mitt líf að mínar reynslur og þannig en TikTok er svolítið svona eins og samansapn af öllu sem kemur á fyrir þig síðan minni sem að ég geti raun já svona halla mér upp að í rauninni Já, finnur eitthvað skonar, hvað ég segja, stuðning eða svona validation í gegnum TikTok eða? Í raun það sem að ég horfa á, já, og að ég sé ekki einu einhvern veginn að deila einhverju sem er berskjaldað og þannig að ég get líka séð aðra að gera Já. Ég veit að það eru margir sem veit ekki alveg hvaðan ég er að koma. Ég fæ ekki eitthvað mikið likes eða þannig, en ég veit að það eru mjög margir að horfa og gera það reglulega og svona. Þannig ég er ekki að leita validation þannig, en það er bara svona að meira svona staðfesta fyrir sjálfur mér að ég sé ekki bara eitthvað í mínum einheimi að upplifa þessa hluti eða sem getur líka gerst út frá bara mikið gaslýsingum eða vera smættu eða vera gerst lítið úr og já, svona fá svolítið að standa með sjálfur mér og öðrum sem að tengja við líka Sko þú hefur lýst og ég hugsa að ég sitti nú einhvers konar triggerwarning á þennan þátt en sem sagt sko mammaðin var fyrir kynferðisofbeldi ung dóttiðin líka systir mín líka systir og ég líka en ég ekki innan fjölskyldunar ég var samt barn sjálf 13 ára í raun þegar að ég er komin inn í aðstæður þar sem að ég er í kringum mikið eldri menn og er í neyslu í rauninni og það er svona notfært sér ástandið mitt dóttir mín er að vera 12 ára og ég sé að hún er bara barn en þá hún er ekki að spá í strákum eða þannig og svona gefur mér sjónamið sem að ég átt að má í rauninni ég er bara barn á þessum tíma og er bara 7 ára þegar að ég horfi á mömmu í þættinu fólk með sér í stíga fram með afamenn sem sagt og ég áttaði mig alveg hvað hann var að segja ég skildi alveg tungumálið og sem að hafði líka bara mikil áhrif á hvernig ég upplýði kallmenn bara setna mér líka það er svona að maður sér fyrir sér og það er svona gera svona brenglega hlutir bara í hugunum og saman með mamma skrifa sem sagt bók að því hún var 13 ára þegar hún kynntist barnsföðu sínu sem sagt pappa systur minnar og það er 2 árum eftir að afi minn sem sagt byrjar að misnota hana þannig hún býr sem sagt ein með pappa sínum og byrjar þá með manninum pappa systur minnar sem er þá alveg eins og hún átt að segja á þessu öllu þetta er bara svona munstur eins og maður ég veit ekki hvað gerast með mig hérna, sorry ok, sorry að hún átt að segja á því bara þegar systir mín er hvað hún er 5 ára þegar systir mín segir henni sem sagt frá því hvað pabbi hennar er búin að vera að gera og já, hann fer í fangelsi í 18 mánuði mamma flýr land með mig og systur mína eftir hann aftur komin út
því hann heldur sem sagt áfram að brjóta á henni og ég er þarna bara í þessu með mömmu og systur minni eitthvað nýfætt já, svo snýst bara svona æsku ári mín mjög mikið þetta, mamma að uppbreyta og tala þetta og inn út úr geðdeild og systir mín að glíma við ýmislegt og já, það hefur meiri áhrif á mig en ég kannski gera mig grein fyrir ég er líka svona miðjubarn, þannig ég var svolítið svona bara fór svona já, byrjaði bara neyslu 13 ára og svona flýja heimili mitt líka á aðstæður í rauninni svo er ég líka bara frekar lítil og svona petit eins og hægt að kalla það eins og það er kallað og ég hef líka upplifað að kallmenn eru svona að ég veit ekki hvað maður segir sexualize að kyngera eins og ég sé í raun yngri en ég er sko líka á fullorðinsárum bara eftir að ég er sem er bara að fokka mér upp sko svona andlega eftir að ég er komin á mikið betri stað og er orðin svona búin að vinna frekar mikið sjálfur mér og þannig að það er sagt mér að ég líti út fyrir að vera þetta gömul 13 eða 14 eða 16 og er svona beðin að fara í eitthvað hlutverk sem að kemur mér líka óvart að sé í raun þetta verður bara svo mikið þetta verður svo, maður veit ekki hvað þetta byrjar að endar eða hvað er hvað sko Áttu þá við að já, ég var að segja menn sem þú ert á umgangast eða deyta eða vera með eru í rauninni að gera þig sem þá ædolesa þig þá sem í rauninni miklu yngri sem en þú ert og og eins og ég sé lítil eða eins og út og ég er feimin eða og það sé ég bara eitthvað svona kink sko já sem ég fannst ekkert mjög cool að væri til Nei það er ekkert mjög cool Nei Ok og hérna já, sko þú byrjar í neyslu 13 ára og ert í aðstæðum þar sem að já, þú sér í dag að barn í rauninni var ekki í neinni stöðu til þess að kannski ég veit það ekki, ég ímynda mér að einhvern veginn vita hvað var í gangi, ég myndi mér að það hafi verið eldri menn í kringu þig Já, elsti var 30 þegar ég er 13 ára Já og í raun ég man alveg eftir hann tekur mig með sér heim ég er í raun bara svo lifið að ég er svona detta inn og út úr móki og síðan biður hann vin sinum að koma og sækja fermingabarnið og segir að þannig sko Já og þetta er svona hlutir sem að já, men ég fekk ekki alveg að vera barn og ég fekk heldur ekki alveg að fara inn í úlingsárin á hátt sem að var kannski mótaði mig kannski ekki alveg eins og ég hefði viljað eins og ég myndi vilja til dæmis fyrir dóttur mína og ég veit líka að það eru fleiri stelpur á þessum aldri sem eru í sömu aðstæðum og það eru raun alveg kultúr bara í kringum það Hvað við að þessi kultúr í kringum bara unga stelpur í neyslu og með mikið eldri kallmönnum sem eru sem sagt bara að notfæra sér ástandið Já Einmitt. Þannig að þessi gaur þarna, hann var ekki að veita þér húsaskjól Nei Nei, hann var að notfæra sér
að ég væri lyfjuð, já. Ég fatt að, ok. Og ég meina, hvað gerist síðan? Ég meina, þú ert 13 ára, þetta gerist, heldur áfram í neyslu? Lengi? Ég flyt út 15 ára, held áfram í neyslu alveg þar til ég 19 ára. Flyt svolítið Svíþjóðar og í raun var edrú þá þurfti ég bara að skipta umhverfi. Ég svona upplifur en svona upp á 20 þá fari hlutinir að ganga betur. Ok. Ég eignast dóttur mína þegar ég er 21. Já. Og er heima með hana í Danmörku, ég flyt semst frá Svíþjóð til Danmörkur, fæði hana í Danmörku. Ok. Og er þar bara svona vinn sem dagmamma og er heima með hana. Og barnsfæði minn er sem sagt byrja með vegan ísbúð, við erum sem með vegan ísbúð þá í Kaupin. Ok. Og bara gengur mjög vel og gengur allt mjög vel. Svo verið ég ófrísk af litla bræðurinnar 3 ára seinna. Og mamma mín fyrir að segja mér að hún er að taka eftir svona töktum sem að hún hafði séð svona satt í stórsystur minni. Hjá? Stórsystur minni þegar hún var barn, svo satt. Ok. Þannig að mamma var að tala að það var svona einhver þráhyggja, eitthvað svona þráhyggja mynstur í dóttur minni. Já, sem að mamma en þekkir frá systur þinni, hún sér það sama hjá dóttur þinni. Ok. Og spyr mig hvort eitthvað hafi skeð. Já, og ég eitthvað, það getur ekki verið, sko. Ég er bara með hann alltaf og einu manneskjarnir sem hafa verið með hann er bara pappinar og afennar, sko. Já. En svo er það ekki fyrir en árið seinna sem að hún orður það í raun fyrst hann bara viltu hann býr hans á Íslandi afennar og við vorum í heimsókn og heimsóttum hann stundum og unnustans og við erum eitthvað í bílnum og hún segir vil ég beðja hann að hætta þessu og þá spyr ég hætta hverju og þá byrjar hún bara að segja það er ekki alveg mitt kannski að segja í smáatriði hvað hann er að gera en þarna gerist bara eitthvað ég finn bara að það gerist eitthvað hjá mér ég fyrir bæði að sjá hluti ég var svo reið að ég fyrir bara að sjá fyrir mig hluti sem að ég hafði ekkert hugsað áður og það er alveg talað að svona áföll og svona ítrykka áföll getur haft gerst svona ákveðin heilaskaða eða sem birtist í heilaskanna jafnvel ég fyrir bara að glíma við mjög áráttu kendar hugsanir og bara vil meiðan vil bara skaðan eða bara við þurfum svona koma okkur að aðstæðum fyrir aftur til Danmörkur og ég er í raun svona bara að halda utan hana menn hún er að segja mig frá allir til þess að ekki vera í kringum bara svo þessi ekki nálegt það er slíka viðbröðum bara eins og í barnahúsi og þegar að það máli var rannsakað það var bara mjög skrítið bara mjög skrítin prósess bara þegar við komum niður á barnahús við gerum bara ferðslegin sem var á að gera kærum fyrir í barnahús hún tala við barnasálfræðing og er svo satt bara flytur mál sitt það eru myndavélar alltaf, hún er 5 ára að segja frá þessu sálfræðingur segir að hún gætur en ekki sagt frá þessu nema hún hefði lent í þessu það var þetta grafíst
Svo talar hún að þetta sé mjög algengt og það sé mjög algengt í raun að þeir vera sýknaðir eða það fyrir ekki lengra og segir að það það út af því að computer says no, þannig það bara að vera að vitna í eitthvað svona grínþátt og vera svona fyrir eitthvað surrealist og maður svona bæði að taka móti þessum upplýsingum og svona ok, hvað þýðir þetta þá af hverju erum við að gera þetta hún fer líka og það skoða hana og komið í ljós að það eru áverkar sem samt sagt að sé ekki sönnun og það svona mjög mikið eitthvað svona eins og maður sér en að sanna eitthvað sem svona já, það verður allt bara mjög tryggjandi og við svona þurfum bara að koma okkur úr aðstæðum og í Svíþjóð sem sagt þá erum við hjá mömmu minni í heimsókn eftir þetta og þá fær hún sem sagt sýkingu eða þakkfærisýkingu mjög alvarlega sem að dótiðin? Já, sem að leiðir í blóðið ég trúi að það tengist þess eitthvað já hún vaknandi á nóttunni öskrandi og ég raun svona haldið utanum hana í gegnum þetta bæði andlega og þarf að passa með hvað ég segi það svona bara og það líka, hún fyrir líka að vera hrædd hann fyrir að halda hann sé í einhverjum vandræðum segir að hún segir bara þetta allt í lagi, hann má halda áfram að gera þetta að því hún heldur að elsku barnið en maður þurfti svona ég þurfti líka, þó ég var mjög reið út í hann, þá þurfti ég að einhvern veginn hafa svona yfirvegun í gegnum þetta allt saman og vera að tala þess að hann væri að fá hjálp og þurfti að vera að passa það og hún væri ekki að hafa áhyggjur að því hann þetta er ekki einhver skrýmsli skilur, þetta bara hann bara mjög svona búin að gera allt rétt til þess að vinna inn traustið hennar og ég veit og ég meina þetta af hennar ég veit sem að var líka næst henni var svona hún á aðra afa ég veit en já, hann fyrir eitthvað að tala sko hann hafi fyrir legapróf hann? Já ok og það segir hann bara hafi komið í ljós að hún væri bara að ljúga þessu og við ringjum svo satt bara eitt símtal og þá ekkert tekin í legapróf á Íslandi nei og væri ekki gert í svona tilfellum heldur þannig að maður sér líka hvað fólk tilbúið sko hann bæði tilbúin að skaða hana en hann líka tilbúin að segja hún sé að ljúga þessu til þess að ef maður svona, ég átta mig ekki alveg á hugarferlinu sem að eiga sér stað og í raun bara svona tilbúin að fórna og vitandi líka sko hvað hún að gangi í gegnum og vitandi að hún að fá sýkingar og mostraðir en hann samt tilbúin að bara afneita veruleikanum hennar og þau fara svona, þau hópast alls saman á móti mér, það svona ég verð vandamálið að því ég kæri þetta, eða við kærum þetta ég og barnsfæður minn og þau svona velja að standa með honum dæmi gert en eru bara búin að vera í þessu bara í mörg ár bara, hún orðin 12 ára og það svona eins og þessi enda bara já, þetta allt svo Gekkst hann aldrei við neinu? Nei
Og var hann ekki dæmdur? Nei. Þetta var bara látið niðurfalla? Já. Hann eignaðist 2 fleiri barnabörn, eina aðra já, sem sagt litla frænka hennar og alveg búin að vera svona augra mér persónulega, hann adda mér á Instagram og er með mynd af henni í prófæl. Dóttuðinni? Nei. Já, frængunni? Já, hann er líka myndur af dóttur minni í prófæl. Já. Bara af þeim vera að kissast á munnin og svona eitthvað hjörtu lofið slaf og eitthvað svona eins og hann sé með einhverja hugmyndir sko. Bara sem að er bara mjög brenglar og þetta er svona bara í andlitinu á manni. Ég var líka reiður til sjálf á mig að það hafi ekki svona, ég vissi alltaf að hann væri skrítin. Það er svona meira bara svona eins og fólk getur verið furðulegt. En ég bara vissi ekki að ég vissi ekki að og kannski eitthvað blind sjálf fyrir þessum eiginleikum það sem afi minn ég elst upp með afa mínum og kannski er ég sjálf ég veit ekki hvort aðrir hefðu tekið eftir þessu og ekki lyft að vera kringum barnið sitt eða hvort að maður fyrir svona sjálfur að taka ábyrgð á einhverju sko. Já, svona sjálfsásakanir og eitthvað. Já. En ég mynd að því að nú bara býja við þau alls konar forréttindi og meðal annars að hafa ekki orðið fyrir ofbeldi og alls ekki vegna kyns míns eða neitt sko en ég fór svona að hugsa sko að ég heyri þetta svo oft, þú veist, einmitt þessar sjálfsásakanir og eitthvað að sko, ég ímynda mér að verða sko beitt svona ranglæti og bara svona óhugsandi gjörningi að ég veit ekki eins og hvort að maður myndi skilur bara fara þangað að hugsa að þetta gæti hafa gerst, æfis sko við Akkurat, það var líka það, mér langar að nefna það að þegar að áður en hún segir mér biður okkur að segja að hætti þessu þá tek ég eftir alls konar töktum hann til dæmis heldur á hann í fanginu og eitthvað að spyrja hvort þú sé að teikna tippi og eitthvað svona, það oft sem ég þarf svona að fjarlæga hann úr aðstæðum að því ég held að hann sé fullur að hann búin að vera að drekka eða eitthvað skrítið og það líka, maður getur ekki sagt ég get ekki sagt við barnsfeðum bara heldur þú að pabbiðin sé nokkuð að gera þetta eða heldur að hann sé með einhver svona það er líka bara ég held bara að ég sé eitthvað galinn einmitt en svo staðfest allt fyrir manni þetta svona verður allt svona ok, þess vegna var ég að fá þessa tilfinningu og þess vegna var ég að fjarlægja úr aðstæðum þess vegna leið mér svona eða fyrir líka að skilja af hverju henni var eitt skipti sem hann kom í heimsótt til Danmerkur og hún fær bara hún guppar bara og svo þetta skipti þegar við heimsóttum hann þá var hann líka oft bara að taka myndir af henni bara eftir hún var búin í baði eða eitthvað svona sem ég þurfti að biðja hann að taka niður ég þurfti að segja við hann ekki vera að deila þessum myndum á samfélagsmiðlum og svona eitthvað markaleysi og svo heyrði ég tala að hann hefði leitast eftir að vera að baða hana og eitthvað svona því hún bara eitthvað svona eitthvað svona undarlegt sko sem að og einmitt að gera þetta í baði og hún svona heldur hún sé bara eitthvað að þrífa sig ég er ekki með neina minningu af að mínum baða mig og hann er líka að gera þetta þegar hann er að passa hana þetta er svona líka bara eins og þetta sé eitthvað ástarsamband bara svona eins og
eitthvað ástalag eða eitthvað svona mjög rómantískt lag að það sé lagið þeirra eða hvernig myndir hann deilir að þeim eins og það sé bara eitthvað svona mjög náin tenging þeirra á milli persónlega eða sem að henni fannst bara mjög óþægilegt líka. Það var ekki bara kynferðisofbeldi heldur líka dýnamíkin að vera svona alltaf með hann í fangin og vildi alltaf svona, þetta var svona obsessive og svona hafa hann í fangin og strjúka hann í hárið og eitthvað, henni fannst allt mjög óþægilegt bara en svo þegar við fórum, hún til dæmis kvaddi hann ekki og hann eitthvað svona hann fattar að við erum heima hjá hann þegar við föttum að þetta er í gangi við búum í Danmörku og erum í heimsókn á Íslandi hjá honum og sko við sjáum en hann fattar að við föttum það er eitthvað svona, það er einhver svona stemning hann verður svona, hann fer ekkert að rífast batsvæðamenn bara við byrjum að pakka öllu og við erum alltaf bara þurfum að koma henni í öruggt skjól og hann eitthvað svona spyr af hverju hann pakka og batsvæðamenn segir þess að bara þú veist alveg og það hann segir ekki neitt, svarar ekki og það verður bara svona unnustan hann skrifar okkur eftir þetta og segir að hann sér bara eins og draugur heima á sér og spyr, vill fá útskýringar af hverju og við byrjum að útskýra en þá er hann fara þau í að bara neita því að þetta geti verið mögulegt sko og eftir að við kærum og það er bara engin stuðningur þá fer ég að tjá mig þetta á samfélagsmiðlum bara... ég skil sko, 2 spurningar hérna ég meina þetta er pabbi bassföður þíns hvernig tekst honum að horfast í augu við þetta? Það hefur verið alls konar það hefur verið hann hefur verið mjög sterkur bara það að standa upp fyrir henni en ég veit líka að við hefur haft áhrif bara á sjálfsmyndina og allt sem hann hefur þurft að vinna úr líka því hann elst upp hjá hann elst ekki upp með mömmu sinni hann elst upp með pappa sinum og það hefur alveg bara verið mjög erfitt á milli okkar eins og þegar við förum í sikkur átt að það var bara orðið svo þungt að lifa með þetta bara mikill við höfum bara þurft að vinna úr mjög mörgu í sikkur að lægi sko, til að bæði gera þetta sé ekki eins þungt og erfitt að vera alltaf í þessu saman en mér finnst hann hafa staðið sem ég vel sko, að hafa staðið upp fyrir henni og bara vera tilbúin gera það sem var rétt sko. Ég sagði 2 spurningar svo náttúrulega datt hinn út mér sko, ég glemdi henni en hérna ég meina hvar er þessi maður í dag sem sagt ekki bassfaðirinn heldur hann er á Íslandi, hann er lamaður í dag hann er eitthvað að reyna að komast yngur aðgerða eitthvað en hann er í raun bara hann hreyfir sig ekkert það er frétnar, síðustu frétnar sem ég fekk á honum hann er ekki eitthvað á góðum stað en hann hefur ekki viljað ég held að hann bara þorið því ekki eða síðan það bara ég veit það ekki ég svona reyna að spá sem minnst í honum sko. Myndur vilja fá sko viðurkenningu eða játningu og myndi það gera eitthvað fyrir þig og mögulega dóttir þína? Það hefði verið mjög gott að fá það bara í byrjun ekki vera að vinna svona mikið fyrir þessu að því ég fór líka gegnum ferðla að trúa því að ég var bara ímynda með hluti og enda sér bara upp á endurlífgunardeild líka bara eftir allt þetta hefur verið ég hef þurft að hafa mjög mikið fyrir þessu líka samfélagslega og ég bara umhverfinu mínu félagslega líka að vera einhvern veginn
líka fólk sé að vorkenna mér eða vera einhvern veginn finnast ég ekki meg að tala um þetta sé eitthvað skömmustumál ég eigi ekki vera að tala um þetta sé svo persónulegt það hefur verið svo margt sem er bara svona eins og vera bara í hverskatæki sko, að maður er bara einn svona fyrsta lagi langar mér ekkert að vera í þessu fyrst að vera ógislegt en það er líka erfitt að þurfa einhvern veginn að vera að berjast fyrir því ég veit ekki hvort ég væri að hafa svona mikið fyrir þess ef að hann hefði bara viðurkennt frá byrjun og við hefðum bara getað farið réttu leið bara það hefði bara verið tekið á því einmitt að þú segir þetta sko einhvern veginn á vorkinar eitthvað þú veist, nú þegar þú ert að lýsa þessu og sko ég ætla bara að segja það ég hérna, fyrstilega þá bara ég græti ekki, það er bara einhver kallmennska í mér eða eitthvað svona inngróin bæling en bara þú ert að lýsa og ég bara, það bara fossa niður tár þú veist, ég bara sorry með mig, ég bara nei, þú veist, þetta er bara stjórnlaust ég er ekki svona góður að feika það sko þannig að hérna, ég ræð ekki við hvað gerist þegar þú ert að lýsa þessu mér finnst það bara yfirþyrmandi og ég er að horfa á þig og mér líður eins og að sé þú veist, og þú sést svo fjarlæg þessu að þetta hefur ekki lengur einhvern veginn tilfinning að taka á þér þegar þú sér mig bræða svona sterkt við finnst þér ég að vera finnst þér ég að vera að fórnaralmsvæða þig eða finnst, hvernig alls ekki, sko, mér finnst ég er alveg búin að fara í gegnum það að gráta mjög mikið, bara búin að vera bara tilbúin að fara hérna, sko en það er líka bara sem ég held líka að TikTok hafi gefið mér smá og ég fekk bara einhvern veginn bara svona útrás líka smá sem var ekkert kannski segir ekkert allt en samt ég bara einhvern veginn hef tjáð mig en ég græt alveg stundum ennþá og er stundum erfitt að skrifa og ég er svona þar stundum að taka mig pásu frá að skrifa alveg í mánuð eða eitthvað en alls ekki, ég upplifa ekki svona ég upplifa bara mjög alvöru en að fara að gráta eða finna fyrir að þetta er mjög þungt mér finnst í raun skrítið þegar að fólk er kalt eða vill einhvern veginn að ég sé líka í því að bæla eitthvað eða mér finnst það óþægilegt en eitt sem að ég mynda mér að þú hafur örugglega heyrt oft og þú hefur örugglega þurft að glíma við það einhvern veginn og staðsetja þig, það er þú veist, að deila einhverjum barnið þitt þú veist, að því að einmitt hún er barn og hérna þú veist, máttu segja svona mikið hennar reynslu og það sem hún hefur orðið fyrir og þú veist, hvernig staðsettur þetta fyrir þér? Sko, ég vinnur út frá ég kannski miða út frá sögu móður minnar og systur minnar og líka þegar ég byrjaði að deila þá var ég í klínísku geðrofi ég var ekki með mörk fyrir ég þurfti að finna einhverja leið til að sækja réttlætis eða hvað sem það var sko. En svo voru margir sem skrifaði mér að þeir hefðu upplifað það sama og þeir væri núna í raun að geta að tala um það eða leita til mín ef að barni þeirra hafi upplifað þannig ég sá líka tilgangin í því en ég held líka varandi uppeldi að dóttir mín upplifur ekki að þetta sé eitthvað persónulegt eða hennar Nei þetta er önnur kynslóð hún er svona eða hvernig er þetta eitthvað svona mitt persónulega ég er ekki að deila því sem hún er að tala með mig persónulega eða hennar persónulega málum það er hennar og hún mun örugglega koma og stíga fram með sína sögum tíma það er algjörlega hennar ég er ekki að fara að tala um það í smáatriðum eða ég reyna kannski að koma með mína reynslu sem móður hennar í þessu
þessari dýnamík og hvernig það svona reynt að gera mig ábyrga bæði fyrir að halda áfram að halda þessu leyndu en líka að já, mér langar ekkert eitthvað eigna mér hennar sögu. Nei. Það er hennar já. og verður valdablandi fyrir hann að stíga fram með það ef hún vill það, en ég held hún sé bara búin með þetta. Já. Hún er smá svona, já, mér finnst þetta ekkert vera eitthvað eitthvað sem að skipta með málum dag. Nei. Byrju, er hún 12 ára í dag, sagði það? Hún verður 12 ára í maí. Einmitt. Ég meina, hvernig líður henni í dag? Hún er allt önnur í dag. Já. Bara, en við höfum gengið í gegnum svo margt, sko. Já. Við höfum gengið í gegnum svo margt að henni hefur liðið mjög illa og verið bara að vakna úr marströfum. Já. Og öllu sem fylgdi við því áfalli, en í dag er hún bara mjög hress, sko, mjög sjálfstæð og mjög sjálfsörugg, gengur mjög vel. Ok. Hún er svona hún er alveg andstæðan við mig þegar ég var til dæmis á hennar aldrei, þá var ég svona smá svona vandra kemsi, sko. Ok. Finnst mér. En ég myndi bara lýsa henni sem bara mjög heilbrigð. Ok. Það hlýtur að vera geðveikt að sjá það að henni líði vel. Já, ég var mjög hrædd að þetta myndi bara hafa mjög skaðleg áhrif á lífið hennar, en það hefur líka verið svo gott fyrir mig að ég hef líka, mér þarf ekki að líða illa, ég get líka að fara aftur í það að vera bara heilbrigð og hugsa um eitthvað annað og hann er svona búin að vera í þessu ferli í einhver ár núna. Já. Einmitt. Hérna byrja ég að sjú nefið á mér eins og kallar gera. Með lummu. Með lummuna, sko. Já. Hérna, ok. Þá langar mig aðeins að fara inn í TikTok karakterinn. TikTok tilraunina. Einmitt, trolltilraunina. Já. Sko, ég bara hvet fólk til þess að hérna fara á TikTok og finna Sara Gabriela. Þar, já, mér líður eins og þú sérst að tala um þína reynslu, þar að segja það sem þú hefur upplifað og séð. Þú ert að tala undir ós. Þú notar til dæmis pdf.file. Ég er búin að læra þetta, ég er búin að læra að kóða tungum hvernig ég get komist upp með að segja. Já. Sko, þú rifjar upp hérna sem að var nú bara í fjölmiðlum hérna um daginn. Nú er ég að leita símanum. Já, það er sem sagt það var verið að tala um eitthvað svona andlegt retreat eða eitthvað og ok, þetta var óvart. Hérna, ég er að reyna að finna þetta sem sagt. Hérna ertu, sko, maður sjá, það var verið að rifja upp nei, þú varst að rifja upp. Byrju, það er svo margar Sara Gabriela Katrínar, er það? Já. Það var nú ekki, nei, byrju, er þetta annar account? Ég er með 3. akkantuna því hérna var teknið niður, sko. Já, er það? Já, bara ég var að segja mikið sem að má ekki tala um, sko. Þó að ég sé hvernig passa hvernig ég var það, sko. Nei, hættu nú alveg. Ég held samt, sko, þetta er alveg fólk sem er að reporta mig viljandi, þú veist, bæði úr fjölskyldinni sem eru búin að vera að skoða mig á nafnlausum aðgangum og svona, þetta er svona, ég er líka bara augraðum tilbaka, sko. Já, hérna, hér. Ég nefnilega teka eftir því, sko, þetta er ekki sama account og ég var að skoða nefnilega. En allavega, ok, þá bara talaðum við eins og ég man þetta. Það var, sem sagt, í fjölmiðlum, þá var auglýsing um eitthvað staðar, hérna, um eitthvað svona hitting
og basically fólk gat túlkað sem svo að þarna væri hreinlega verið bara að stunda barnaníð fyrir allra augum bara eitthvað, þú veist, einhver orka og ást og bara eitthvað Tantra, eitthvað ofskynjunarlif Já, frá sama sko svo sem var að halda viðbyrðin var þess að með blogg þar sem hún talar skoðanirna sínar eða skoðanir, hún talar hún var eitthvað svona að tala að hún sé að reyna að gefa nýtt sjónamið að fullorðnir og börn ættu að hafa frelsi til þess að eiga ástarsamband já hún bara segir það bara Ok og sko, ég meina, þú veist í neyslu svo fer að leita þér hjálpar má skilja og túlka sem svo eða má ég skilja sem svo og það rétt ályktun að þú leitar inn í þennan andlega heim til þess að sækja einhvern veginn heilun Nei, sko ég var í neyslu sem úlingur ég hætti neyslu þegar ég var 19 ára okay. Ég hef eins og ég hef farið á svona retreat í því skyni að ég hef lesið að það sé jákvætt fyrir andlega heilsu en svo hef ég séð að það er búið að vera sambland af því að bara fólk er í raun að nýta sér þetta sem ákveðin markað greinilega en sko ég þekki barnsfæður minn sem sagt þekkir til og er að vinna sem sagt þar sem að þessi stelpa var að halda svona viðburð okay. og hann þekkti til hennar okay. þannig að ég sem sagt fyrir hann alveg í kerfi að því ég les bloggið og lesið allt umfjöllunum og allt þetta og er svolítið svona á hliðar og hann náttúrulega líka bara biður að hún sé bara ekki velkomin svo að bæði út af dóttir mín er ofta á vinnustæðnum hans og bara ekki öryggt en það er ekki fyrir seinna sem ég fer sjálf bara í ammæli sko og sem byrja sem ammæli sko en síðan er þessi hópur þarna það sem að eru líka stunda þessa viðbyrði ég er nýflutt til landsins og þekki ekkert svo mikið til ég veitir henni ekkert hvað er hvað og fæ sér satt sveppi hjá vinkonu minni sem að ég var vinkonu mín þá en hún sér satt er mikið að halda viðbyrði líka ekki samastelpan en þar sér satt nálgast mig kallmaður sem að er ég myndi segja að það er svona tungumál notað og ég held að það sé algengt og það sé bara verið að nálgast konur sem eru undir áhrifum annarkvort af molly eða sveppum eða hvað sem það er og geta einhvern veginn fikra sér nær af því það er bara svona einhver stemning að það sé allt velkomið eða eitthvað svona ég er samt svona ég er ekki til í þetta það er líka, ég er líka að segja nei, ég er ekki alveg á þessu stað og hann er að reyna að segja við mig að ég sé ofugsa og ég sé hann eitthvað svona alltaf að reyna að hjálpa mér og svona og segir það, hann segir hann vilji hjálpa mér eins og ég þurfi hjálp sko. Og að hann geti veitt hana já, og svo notfæra hann sér svona satt mig kynferðislega þegar ég er ekki og ég byrja svona satt að gráta og hann stoppar og talar eitthvað áfram og vilja hjálpa mér en ég áttaði mig ekki á því fyrir lengur seinna að þetta sé í raun misnotkun eða þetta sé nauðgun ekki þannig að mér haldið niðri og eitthvað en bara það
ástandi mitt það að ég sé ringluð í fyrsta lagi, er frekar ringluð á þessum tíma. En svo kemst ég að því eins og þetta sé sko plana fyrirfram hjá honum. Hann er bæði búin að vera að hafa samband við fólk sem ég þekki og veit svona eitthvað söguna mína og er sem sagt fyrir eitthvað svona hann segir bara fullt af hlutum sem eru bara frekar fucked up og ég veit ekki af hverju það er eins og ég hafi einhvern svona eins og ég gefi frá mér einhverja svona eins og fólk halda að ég sé svona, að ég veit ekki, eins og ég sé mjög opinn eða eitthvað ég er það ekki og ég tjáið mig alltaf það bara nei, ég er ekki til í þetta en út af því ég er kannski ekki eitthvað að fara að fæta neitt eða eitthvað. Nei, þetta er svona ekki mjög konfrontatív þannig að fólk kannski getur ég ætla að segja það ekki eitthvað svona en ég segi samt nei ég segi nei, ég er ekki á þessum stað og ég er en ég er samt svona bara eitthvað alltaf góð að skilja en já, það er ekki fyrir bara setna sem ég átt að má og ég sé bara alla senuna og það kom þarna kompost aftur út sem að mjög búið að vera með í sko. En þá var ég bara á langt niðri ég gat ekki verið með þurfti bara var líka reyn bara hrætt sko, þetta er alveg hópur þetta er alveg stór hópur af fólki sem ég er enn upplýði bara svona eins og ég væri einhvern veginn svona ein á móti einhverjum hóp. Býtu, en við erum að tala þetta bara í kringum 2020 eða ekki? 2022. Já, þetta er bara það nýlegt, þetta er ekkit eitthvað hérna búið aldamótum dæmi. Nei, akkurat. Nei, og þetta er líka bara akkurat að ég flytt heim sko, ég flytt heim bara eitthvað sko cirka ári áður en það verið frétt þennan viðburð eitthvað sko. Ég mitt. Og ég líka bara frekar svona inn í þessum aðstæðum ég er ekki vinna á þessum stað heldur barnsfæða minn og ég er ekkert svona eitthvað skilur og er hérna fyrir með barnsfæða minnum í þetta ammali þannig að þetta er skrítin staða sko. En sko að því nú er svo mikil umræða sko sveppi og svona microskamta og svo einhverja serimóniur og alls konar það er bara trend, það er bara tísku þannig að svona hópar eða svona samfélag hefur kannski meira credibility út af því þú veist, ég meina við erum alveg að tala um það læknar og sálfræðingar og þú veist, menta fólk sem er bara svona, þetta er betra heldur en að þessi gömlu hérna geðlækni lyf sem að lyfjareisarnir eru að græða á nú ætlum við bara að fokka systeminu og skilur og þá hugsaði svona býtu shit Klárlega það er einhver þróun í gangi sko líka bara verðst að taka fram og það er líka bara nauðganir sem eiga sér stað á skemmtustöðum og áfengi og það er bara byrillun og allt þetta sko ég myndi segja að þetta sé bara það eru kannski aðilar sem að laðast að því þetta er sem sagt svona eins og allt sé velkomið og þú er velkomin að vera partur á hópnum og þarna eru yndislegar konur líka sem eru kannski líka finna fyrir ákveðnu pressu að þurfa að vera meira opnar og svona það eru aðilar í mínu tilfelli sem hafa notfært sér það bara vita hvert er eiga að fara og ég hef haft samband við aðila sem eru að halda utanum þessa viðburði að það þarf að vera einhverja reglur það þarf að vera eitthvað svona að það sé ekki alveg allt velkomið og það er alveg sumt sem ætti ekki vera leyfilegt og ekki boði og ég skil ekki þess að þörf fyrir nánd og allt þetta það eru sumar konur eins og ég sem eru að eru bara með reynslur sem að það er helst ekki hendur að vera einhvern veginn bæði að berskjalda sig og síðan vera það var berskjalda fyrir það sé brotið að þeim samtímis það er svona
það getur bara fokka manni meira upp sko, því maður verður bara meira eitthvað sem ætti að geta nýst manni á jákvæðan hátt verður bara enn annað áfallið. Hvort sem það sé í þessum aðstæðum eða þessum aðstæðum, þá þetta svona og ekki eitthvað innstæmi. Ég veit að það bara margar konur sem á að tala þetta og það var alveg einhverju menn erlendis frá sem voru að koma og halda svona seremoníur þar sem að hann var bara með að bjóða konum í hring og var bara að tala opið að putta þær eða vera einhvern veginn að heila þær með því að gera eitthvað kynferðislega eins og það eitthvað svona ég held að þær hafa ekkert upplifað að hann hafi verið eitthvað að gera það sko. Já, ekki upplifað að hann væri að brjóta á þeim. Nei, hann hafi verið að heila þær. Já, þú meinar. Já, því hann síðan fyrir að tala þetta í podcastum og verið eitthvað svona ég veit ekki hvort þú veist hver þetta Shaft, hann fyrir eitthvað stór á YouTube sem eitthvað svona tantra. Ok, nei. Hann var Ég veit ekkert hver þetta Nei, hann var á Íslandi og var að halda svona seremoníur þar sem voru bara ungar íslenskar konur að mæta til hans. Ég mætti ekki til hans, ég var ekki Nei. Og ég rekna með að þetta séu þá konur sem eru hafa orðið fyrir áföllum, jafnvel að vinna úr þú veist, voru í neyslu og eru svona einhvern veginn að reyna að finna frelsi og heila sig. En það líka promótað á þann hátt sko. Það promótað þannig það kannski kom ekki sjálfar, það alveg svona það að sjá content á samfélagsmiðlum þar sem það eru bara konur að bera sig að tala hvað er mikilvægt að vera eitthvað í einhverju svona eitthvað frelsi sem þær upplifa sko, en þá það líka vera að hvetja til þess að fara úr fötunum og vera einhvern veginn í einhverju stellingum og hlutverki sem bara frekar svona djart og en á að vera valdeblandi. Það það ekki það það ekki þegar það eru aðrir sem eru í raun fá eitthvað út úr því að mér finnst það bara það eitthvað sem að sæði mig í raun, ég myndi ekki vilja einhvern veginn fara í þetta hlutverk sko, að vera eitthvað svona í einhverju stellingum og eitthvað. Nei, þetta rosa, þetta bara svona þetta svona grooming geggjur grooming taktik bara. En sko, ég næ ekki alveg utan þetta með þessa serimóniur eða þessa viðburði og börn. Þú veist? Ég mætti að því síðan þegar að það voru mikil viðbrögð og ég fekk sá til þess að hún fengi ekki að fara aftur inn og vera með þessa viðburði. Kannski út af því ég brást frekar hart við og þetta var persónlegt fyrir mér. Og var þarna með líka fólk í kringum mig sem að sá þetta gerast og voru líka alveg bara ok en ég var ekki ein eitthvað töðandi yfir einhverju. Og þó að þú hefði verið ein töðandi þá væriru réttu með ein sko eins og ég sé það. Akkurat. Og með það sem ég veit. Akkurat. Nei, hún bara vildi meina að þetta væri bara mjög fallegt sko, það ekkert ég veit ekki, það var alltaf það virtist vera að fara í einhver átt sko, sem að var gert bara frekar mikið mál úr, þannig að það er kannski ekki eitthvað sem þau eru að fara að halda áfram að skoða. En sko, þú talar mjög oft líka á TikTok þú veist, þú ert að agra, þú kallar að trolla en þú talar líka oft sko óttan svona eins og að sé einhver hópur eitthvað samfélag sem að svona óttist hvað þú muni segja og hvað þú muni gera. Hvað ert að meina með því? Það alveg verið að fylgjast með því að það enginn til dæmis búin að taka samtali ofinbælega. Það til dæmis skrifa mér bara að blokka mig eða svona reynt að komast hjá því einhvern veginn að þau alveg með stöður sem þau eru að græða á
bæði græða peninga og bara frekar fínan status svona veraldlega sko. Ok, fyrir þá hvað? Bara hversun það sé ferill eða ferðast eða hvað það sem fólk að sækjast í sko. Okay. Það er hluti sem ég geti sagt sem að geti augrað í en samt á sama tíma veit ég að þau eru komið það stóran hóp bak við sig að ég held að ég veit ekki, mér hefur verið sagt að ég sé að særa og ég sé eitthvað að gera svona eða ég sé eitthvað en mér sýnist þetta ekkert vera að hafa neinn áhrif á líf fólks, þetta er ekkert ég er bara eitthvað að skrifa TikTok eða koma einhverju frá mér en þetta er ekkert að hafa raunverulega áhrif á lífin þeirra eins og þau hafa haft áhrif á mitt líf sko. Ok, bara ég ætla að reyna að skilja það er einhver hópur sem að er í einhvers konar svona aðtöfnum eða er það ekki? Jú, svona... bara stunda mjög mikið af þessum aðtöfnum og það er samfélag sem að hefur einhverja svona, já ég ætla að segja cult leaders og þessi cult leaders ég elska að þú bara segir það fyrir það sem það er bara cult leaders já, ég menn, þetta lítið þannig út ok, þessi cult leiðtogar eru síðan með einhverju svona minions, einhverju svona áhangendur og ef ég skil rétt að þá óttast þau að þú segir eitthvað það er bara að skrifa mér og sagt mér að taka þetta niður sko eða jógakennarar sem vilja ekki að ég sé að segja eitthvað og jafnvel kennarar sko, grunnskólakennarar og ég má ekki segja sko það er margt sem ég er ekki búin að segja þetta er svona, ég upplifa eins og ég er svona kisa sem er svona, þú veist, alveg voru að kasta þessu niður og ég geti gert það og bara sulla alltaf út allt en ég ætla ekki að gera, ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig ég á að gera ok, og þau vita það og óttast það og eru komin bara svona þetta er alveg orðin svona smá tákstreita sko, ég finn alveg svona þú veist, þetta er alveg margir prófílar sem er að skoða mig eða er einhvern veginn svona að passa eða reporta mig eða taka prófíluna mína niður og byrju, hvað að því að nú ertu búin að segja fjandans mikið sko já, þú getur ímyndaður hvernig það er bara rugglingurinn sem þetta er búið að vera líka og vera einhvern veginn reyna að tjá þetta sko erum við að tala um að þú óttast hérna sko meiðirði eða hvað er það sem þú óttast við að vera kötturinn sem sullar öllu niður já, hvort það sé ekki bara að vera hvort ég höndlir en ekki mótlætið sko að það er alveg að hópa sér saman og það er að skrifa mér í margir aðeilar sem að gera þetta og hvort að ég mun ekki höndla að þau eru orðin það mörg sko ok og þau eru líka bara mjög tilbúin að ganga mjög langt með að vera bara gaslýsam og segja bara nei þú veist, eða segja mér að ég sé með eitthvað netofbeldi eða ég sé með eitthvað ofbeldishegðun sem að ég veit ekki, kannski hægt að sjá það þannig en ég er samt segingalegar sko, segja bara satt já, líka bara að þú ert að tala um það sem að þú veist og það sem að sérstaklega það sem að þú eru upplifað og ekki bara ég sko nei það var alveg fleiri konur sem komu þannig í Kompás og sögðu frá alls konar sko einmitt en hvar eru þær í dag? Að ég mann ég horfði á hann Kompásþátt akkurat, það er einmitt það líka því sko þegar ég er að lendi í þessu þá sé ég líka að margir þeirra eru bara með einhver 1000 followers eða eitthvað og er alveg komin upp í sko 7, 8, 9 þúsund eða komin bara meiri fylgni og meiri í raun fylgjendahóp og orðin bara í raun bara frekar stór business eftir gaggrinni í Kompás já vá mjög svona skrítin byrtingamönd á þessu einmitt líka þess að þetta verði eitthvað svona stríð á móti þeim sem eru í ástinni þú veist, og eru eitthvað svona í frelsinu og eitthvað svona og síðan þeir sem eru eitthvað svona að segja að þetta sé ekki í lagi að þú veist að þetta kannski helst ekki alveg hendur eða eitthvað
Einmitt. Geturðu, þú veist, ég ætti kannski bara að slökka upptöku og reyna aðeins að hérna, ná einhver upp úr þér sko, að ég er bara svo forvitning, bara hvað í veröldinni geturðu sagt meira sem að þú heldur í þér? Ég bara reyna að ímynda mér það, skilurðu? Ég bara geta það ekki. Ég myndi segja að það sé bara svona jaðruna við að vera, þú veist, ég veit eina sem er bara hefur verið að afklæða sig fyrir framanböld, þú veist, hefur verið eitthvað svona að baða sig nakin í fossi, sonur minn kom heim ekkert tímann og sagðist að það séð bara kynfærin á henni og vill aldrei sjá hann aftur, sko. Ef þetta er svona smá brot af því sem að ég veit og því sem að hvort það sé bara hvort það sé verið að halda einhverjum upplýsingum frá mér eða hvort að ég sé raun bara og líka það eru þannig tveir sem að einn er að kalla mig 14 ára og einn er að kalla mig 16 ára einn er að segist að vera í kynorkunin sinni þegar hann dansa við dóttur sína og eitthvað svona sko hvort að fólk hafa óvart sagt mér eitthvað og sjá eftir í því samhengi ég var líka þetta var alltaf að koma upp í Kompás og ég var að sjá að þú veist, þau voru alveg svona þau voru ekki bara þetta er alveg eitthvað sem þau hafa verið að pröfa, það lítur að vera eitthvað sem þau séu, ef þau eru tilbúin að skrifa bloggum eða að tala það séu einhverja hugmyndir sem þau hafa verið að ég veit ekki eitthvað sem það hafa verið að stunda eða eitthvað sem þau vilja er bara inkorporata innvæða inn í þetta mengi sko. Ég meina við lifum einhvern veginn svona tíma sem að ég man í grunnskóla bara mér fannst fjarstæðukent að það gæti gerst aftur eins og bara þú veist uppgangur nasismans stríð þú veist bara út allt einhvern veginn ógnin bara heimstyrjaldir og eitthvað þú veist þegar maður les seinni heimstyrjaldina og fyrir og eitthvað þá mann ég hugsaði bara vá hvað fólk var bila að kaupa nasismann og eitthvað svona og einmitt og svo mann ég þegar ég var yngri þú veist Stengurmur Njálsson eitthvað svona einn barnanýðingur skilur núna erum við bara að lifa tíma þar sem að þú veist við erum með Epstein-skjölin við erum með forseta Bandaríkjanna við erum með við erum bara með nasist út allt við erum bara með við erum bara með rasista út allt líka og fasismin er bara hann er bara yfirgnæfandi eins og stendur sko já, þannig að ég bara, þú veist það sem að þú sagðir ekki en ég svona dreg ykkur að punta sem að tengist PDF-fælum er sko bara eigu eftir okkar eigin Epstein-skjöl. Þetta er mikið algengara en fólk gerir sér grein fyrir og það er líka eitt sem að hefur verið mitt ferðalag að til dæmis eins og mamma upplifði þetta mjög eðlilegt hún talar til dæmis þegar hún sagði vinkonum sinni fyrst frá þessu þá fór vinkonum hennar að gráta sko, en hún hélt að þetta væri eitthvað sem allir pappar gerðu bara þannig það er alveg og þegar ég fór að tala það eru mjög margir sem hafa sagt mér já, ég lenti líka í þessu þannig ég hélt fyrst að ég væri kannski að stíga út með eitthvað persónlegt en síðan var þetta bara eitthvað ég held að sé bara mjög algengt svona barnagirnd í raun og líka bara að það sé að vera að reyna innvæða það eða svona normalæsa það að vissu leiti og er í raun líka bara viðfyllarna konur bara hvort sem það sé að haga sér eins og börn gera að vera að það sé eitthvað óaðlaðandi að haga sér eins og fullarinn kona að vera fullarinn kona að það sé svona eitthvað sem við reynum að komast undan eða reyna hæja á eða já einmitt
Ég talaði það fyrirfram að við ætlum að reyna að vera hálftíma en hérna, ég nú algjörlega búin að veistu hvað erum búin að lengi eða? Við erum búin að vera svona klukktíma. Já, við erum búin að vera klukktíma og 20 mínútur. Ok, bara heldur að geta kvettað þetta? Nei. Viltu það eða? Það er bara, ég held að þú kannski væri bara má kannar lengt og mér alveg saman sko. Nei, það er meira bara, þú veist, tíminn sem að ég að taka frá þér og fólki. Það sem er það sem ég reyna að bera virðingu fyrir en mér tekst svona rosalega vel upp með það. Nei, þú veist ekki að taka neitt tíma frá mér sko, ég á ekki að vera mætt fyrir klukkan 12. Já, ok, það er eftir hálftíma. Já. Hérna, sko, á lokum, af því að nú þurfum við að fara að hætta. Bara já, í fyrsta lagi, takk fyrir að treysta mér og takk fyrir að gefa þér tíma og hérna, og þú veist, ég veit ekki, bara... þú veist að, ég hugsa að þú veist við vitum svo mikið en samt einhvern veginn þurfum við alltaf að treysta á fólk eins og þig að berskjalda sig til þess að við trúum og til þess að við bræðumst við sem er svo ósangjant af því að það ætti ekki að þurfa aftur og aftur og aftur og aftur og aftur að þú veist já, við þurfum ekki að láta sjokkar okkur og einhvern veginn heyra það frá fyrstu hendi til þess að við förum að trúa því hvernig heimurinn er, skilur við. En samt einhvern veginn þurfum við þess. Þannig að svona, kannski loka spurningin er bara ef þú hugsaður eitthvað sem að þú vilt að breytist eða er eitthvað sem að við getum haft áhrif á til þess að breyta ég ætla bara að segja þessu sjúka trendi sem að og þessari sjúku sturluðu gerindameðverkni og bara svona hæpi með ofbeldismönnum sér þú eitthvað svona sem að hægt væri að gera að breyta? Sko fyrst langar mér að segja takk fyrir að halda rýmið. Það er líka bara mjög gott að fá að koma út með þetta og tjá þetta og vonandi bara tengir einhverju sem að það lendir hjá. En sko fyrir mig hefur það bara verið að tjá mig þó að það sé ósangjant að það er allavega byrjunin þó við séum mér ennþá byrjunarreit sko. Það er að halda áfram að tala þetta og vera líka bara ákveð fordæmi fyrir dætur okkar og syn okkar. Ég er svona mest áhyggjur af yngri kynslóðinni hvernig þau eru að fara að feta sig í þessum heimi sem að með okkur sem fyrirmyndir sko og ég vilja svona augra þessu mér langar ekki að lifa samkvæmt því sem að er staðallin í dag sko mér finnst það bara einhver tóm vitleysa sko og líka því þetta er að gerast þetta er bara mjög alvarlegt og mjög algengt og við þurfum að tala það er allavega að minnsta sem við getum gert sko mitt bara aflífa það og bara ég er að djóka bara ef það væri samt svo einfalt þú veist, í alvörinni Akkurat. En þetta er náttúrulega bara eins og ég veit ekki, það er eitthvað svona dýr sem að maður getur klift hausinn af og það bara vex nýr þú veist, þetta er bara þannig, þetta er kerfisbundið Akkurat. Það er að segja ofbeldi kerfisbundið barnaniði kerfisbundið og ofbeldismenn þeir bara, þú veist, það kom alltaf nýjir og nýjir ofbeldismenn og þeir komast upp með gjörðir sínar vegna þess að það er eitthvað rotið, það er eitthvað brotið í kerfinu sem að á að halda þeim ábyrgum, sem á að stöðva þá í fyrsta lagi. Akkurat. Þannig að hérna það væri draumur, það væri draumaheimur ef það væri bara þannig sko. Það ætti náttúrulega ekki að vera draumaheimur, það ætti bara að vera basic shit. Já, við erum ekki komin þangað en þá. Nei, mitt. En kannski einn daginn með svona ögrurum eins og þér sem að brjóta normið og ræða eitthvað fólk sem við vitum ekki hvað er við vitum ekki svona hvað það er sem það óttast. Nei, ég veit ekki í þessu. Það er kannski ágætt að þið veit líka bara að geta verið þannig að fólk getur allavega að tala og sagt frá. Já. Kannski finnst þeim ekkert spennandi að vera eitthvað halda áfram. Með mitt.
Sara Gabriela, takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig.